herðu, þau eru komin hingað hagfræðingar verkalýðshreyfingarinnar, bara eins og leggur sig heila. Vilhjálmur Hilmarsson, þú ert frá BHM og Heiður Margrét Björnsdóttir frá BSRB og Róbert Farrisveit frá ASI. Verið velkomin. Þetta nú svona sannir dagur, það byrjaði með vaxtahækkun Seðlabankans. Hvað við höfum sagt að hér að það við aldrei búist við að það yrði 0,5% hækkun. Kom þetta á óvart eða? Ég held í sjálfu sér að vaxtahækkun hefur ekki komið á óvart. Við höfum alveg séð það í eitthvað tíma að 90% býst við þessu og það eru ákveðin svona fundamentals í hagkerfinu sem að benda til út frá því þrönga hlutverki sem nefndinni er sett að vextir eru hækkaðir. En það sem kannski kemur hins vegar á óvart er að það er fátt sem hefur breyst þannig sé frá síðustu vaxtaákvörðun og líka þessi að einhverju leyti svona inconsistency í málflutningi nefndarinnar að það var talað að vaxtahækkunarferlinu voru lokið, það er búið að vannspáum verðbólgu trekk í trekk og svo framvegis. Það var svona veldur aðeins fyrir sig með trúveruleika nefndarinnar fram í tíman, þannig að nei, í sjálfu sér koma ekki óvart með þessi stutta svari. En Ásgeir hafði lýst því yfir í desember að hann væri ánægður með kjarasamningana, en núna í morgun sagði hann væri óánægður með það. Hvað þú að skýra það út, Heiður? Hvað breyttist í kjarasamningunum? Nei, ég held að kjarasamningunum hafi nú ekki breyst, en þetta kannski það sem eins og Vilhjálmur segir, hækkunin sem slík kom kannski ekki á óvart, þó við höfum auðvitað vonast eftir lægri hækkun. Það er kannski frekar rökstuðningurinn og hvernig í rauninni samtali sem átti í stað á fundinum, það er svona frekar sem kom á óvart að ég held að upplifun aðilana, þá kannski getur Róbert betur sagt til það, þar sem að ASI var að semja, aldfélum þar, var að þeir væri rauninni að halda aftur á sínum ídurstu kröfum, voru að semja til skemmri tíma til þess að viðhalda stöðuleika og voru í rauninni að takmarka kröfur sínar í nafni stöðuleika og þannig að þetta var greinilega það var upplifun flestra að þeir væru að innan ramma. Þeir fóru á fund við Ásgeir Jónsson í aðdraganda samningana til að fullvissa sig einmitt þetta. Þannig að já, og í ljósi þess þá er það kannski það helst sem kom á óvart í dag. Það var rökstuðningurinn. Ekki hækkunin. Já. Róbert. Já, ég get alveg tekið undir þetta. Fyrstu viðbröður þetta bara vonbrigði. Við höfum væntingar það að vaxtahækkunarferlinu væri lokið og ég tek undir þetta með rökstuðningin að það hefur í sjálf sér lítið breyst frá síðustu ákvörðun. Launahækkanirnar eru eins og þeir voru þá. Þær hækkanir sem kom á áramóti á ríkinu voru fyrir síðar og hefði ekki átt að koma neinum óvart. Þannig að svona stóru tókkraftarnir í hagkerfinu eru óbreyttir. Við hefum viljað sjá bankan bíða og sjálfur sér að horfa á hvernig mælingin mun þróast í febrúar og mars, þar sem við vitum að húsnæðismarkaðurinn er að snúast við. Vaxtahækkanirnar sem hafa komið fram eru byrjar að hafa áhrif, þannig að einhverju leyti hefði örugglega verið að bíða og sjá. En þetta var ekki óvænt. Þú skrifaðir það að talar að verðbólga væri á niðurleið. Já, hún horfurnar til að forsetuna væri það. Já, vissulega, ég get alveg trú að hún aukist í febrúar af því að janúarmælingin og núna ganga útsölu áhrifana tilbaka í febrúar. En þessar stóru hækkanir á húsnæðisverði sem koma síðan í gegnum að reikna á húsalegu í vísitölunni, taktunni þar fer niður og það er það sem er að detta út úr vísitölunni, það er þessar hækkanir á síðast ári. Þannig að verðbólga mun fara niður. Og í raun og Seðlabankinn sjálf sem segi það líklega búin að toppa en kunni að fara að hæga niður heldur en þeir gerðu ráð fyrir. En þinn maður, Kristján Þórður Snæbjörnsson, forseti Alþýðusambandsins, hann var í kvöldfréttunum og hann sagði áðan að forsetur samningana veru brostnar, að það veru breyttar. Hvað skiptir vaxtahækkunin miklu máli varandi forsendur samningana? Hún svo sem skiptir nokkru máli, menna að menn gengur út frá því að þeir væri að auka kaupmátt og
ef maður horfir á horfurnar þá getur þessi vaxtahækkun unni gegn því. Þá bara með áhrifin á húsnæðiskostnað. Já, en þetta býtur auðvitað ekki alla hópa eins og staðan í dag. Þetta býtur á þá sem eru með breytilega vexti, óverðtryggð lán. Hinir eru ennþá í skjóli. En ekki vaxtakostnaður veltunan ekki bara út í verðlagi til okkar? Seðlabankinn segir að eftirspurnaráhrifin eigi nú að vera yfirsterkari heldur en þeim kostnaðaráhrifum. En aftur á móti veltur þetta við getum alveg séð fram á þetta hækku til leiguverð til dæmis. En hugmyndin var að ykkar sambönd sem eru núna komin í bandalag, BHM og BSRB með kennarasambandinu, að þið ættu raunverulega svona ganga inn í þá samninga sem að væri búið að leggja línunar með samningi starfsgreinasambandsins og síðan sem verslunarmenn og iðnaðarmenn gengu inn í að einhverju leyti. Það hlýtur að vera erfiðara núna ef að þeir sem gerðu þá samningar að segja að forsetan séu breyttar. Þá erfiðara að sjá að það gerist einhvern veginn svona automatískt. Mér heyrði það þegar ég talaði alltaf Sonju að það væri eiginlega svona, menn væri svona búin að tala sér inn á það að gangi inn í skammtímasamning svona svipuðum forsetum og þetta. Verður það ekki erfiðara þegar forsetur eru svona breyttar? Já, það er nú yfirleitt alltaf verið mjög erfitt að taka bara við dílnum frá ASI sko. Ég veit nú ekki hvort að það veri lendingin en við deilum hins vegar sko þeirri sín að við viljum tryggja kaupmáttavernd fyrir opinbera starfsmenn. Hvernig ætlar að gera það? Já, það með því að ná hagfelldum samningum sem að brúar bæði þá verðbólgu sem að áfallin frá því við fengum síðustu launahækkun og þá verðbólguspá sem við horfum fram á. En samningarnir sem við búið að gera, þeir ná þessu ekki? Þeir náðu fyrir, það er að segja að það er náttúrulega mikil óviss verðbólguna með þá verðbólguspá sem við horfum fram á. Róbert getur kannski þá leiðir mig bara en til dæmis taxtahækkarinnar virðast vera að ná kaupmáttavernd fyrir þá hópa sem eru þá með svona kringu 400-450 krónur á mánuði. Já, og svo eru aðrir sem eru kannski á markaðslaunagrundvelli sem að maður svo deilum hvort að náist kaupmáttavernd fyrir en hvort að koma eitthvað annað til þess að bæta upp stöðu þeirra hópa. Þannig út frá því sjónarmiðið þá það sýnist mér að kaupmáttaverndin sé að nást í mörgum tilfellum í þeim samningum sem ASI gerði en Róbert veit meir það. Róbert, er það þannig að það er enn útlit fyrir, það hefur svo sem ekki breyst öllu leyti, það er enn útlit fyrir að það verði kaupmáttur á tímabilinu en þetta verðbólga eru óvænt mun meiri þá getur það breyst en á tímabilinu þá ekki þá bæta þá kaupmáttarrýtun sem hafi verið fram að samningum. Nei, framsýna væntingarna voru það að verðbólga yrði mann ekki alveg töluna milli ásfjórðungarna kringum rúmlega 5% ef maður rétt þegar samningarna voru gerðir. Á þessu ári 5,6 og 7,6 á síðasta ári, það reyndist vera 9,6 og nú stefnir í 7,6 eða 8. Já, en frá þá fjórða ársfjórðungar næsta ári, þá er þessi framsýni var það að það er rúmlega 5% verðbólga. Það er sem þungina verðbólgunum væri nú þegar komið fram og kaupmáttur myndi nást með þessum samningum. Ok, en verðbólgan, hún er óvinnurinn. Já, en það má kannski tækla hana á margan hátt hins vegar. Já. Og þetta dugar ekki að vera bara að hækka vextina? Nei, og það sem að kannski skiptir líka máli er hvernig gæðunum er skipt að það virðist vera, það er mikið þensla í hagkerfinu. Hagnaðartölur hafa sýnt fram á gott gengi fyrirtækja. Stjórnvöld hafa ekki verið að hækka skatta á þau fyrirtæki og eru þar með ekki að tryggja tekjustofna sína eða styrkja með þeim hætti og er í rauninni ekki að styðja heldur við baki á þeim sem að verðbólgan bitnar verst á og það er kannski það sem að er erfitt svona að horfa upp á núna því að til dæmis sem við nefna skýrslu sem að Katrín Ólafsdóttir gerði fyrir þjóðhagsráð þar sem að segir að við séum þó með peningastjórnina sem hafi það þrönga markmið að viðhalda verðlagi og þegar það er almennt tæki, þegar að hækka stýrivexti hefur áhrif á alla, það hefur áhrif alveg saman hvað tekjur út með. Þau geta ekki í rauninni pinpointað fyrir ólíka hópa, en þá verði stjórnvöld að koma til og hjálpa þeim hópum sem að þessa breytingar hafa neikvæð áhrif á. Og það er það sem við höfum ekki verið að sjá. Það vantar þessi viðbrögð og styrking við þá hópa sem að þetta hefur neikvæð áhrif á. Katrín myndi segja að við hækkuðum húsnæðisbætur. Við settum með 3. skattþrepið og reyndum að verja lægslaunuðu með gennum skattkerfið.
Já, það hefur ýmslega gert, en verðbólgan er líka búin að hækka nokkuð mikið og eins og því að nefnir húsnæðisbæturnar, þær hefur rauninni setið eftir, þannig að það var kannski svona ákveðin leiðrétting sem var að leiðrétting aftur í tíman í rauninni. Þannig að þeir eru sammála þessu að það vanti að bæta fólki kaupmáttarrýritunar sem verðbólgan veldur. Það er náttúrulega markmið á endanum er að bara í kjarasamninga fólk verði að minnstakosti jafnvel statt og var áður og svo stuðla kaupmáttar aukningu. En hvað, mér langar nú bara aðeins að kommenta á þetta sko með þessi ríkisfjármálun og forgangsröðunina. Það er alveg áhugavert sko með hallan á ríkisfjármálunum að hann skuli vera 3% af landsframleiðslu. Það árið 2023 og það var ánægilegt hjá Ásgeiri að hann skildi kenna ykkurum öðrum en launafólki þessa verðbólgu því það er alveg satt að þessu verðbólguumhverfi þegar ríkissjóður er rekið með svona miklum halla þá hefur það áhrif og þetta kann kannski að hljóma furðulega að því að við höfum vissulega verið að kalla eftir að heilbrigðiskerfið sé styrkt og annað en BHM hefur til dæmis verið að tala um það að tekjustofnir séu líka styrktir verulega á móti þannig að þessi nettó útgjaldahalli sé ekki svona gríðarlegur. Þannig að þið vilja ekki laga hallan með því að skera niður heldur með því auka tekjur. Já, það þarf að auka tekjur og umfram það vegna þess að þú vilt auka tekjurnar, auka útgjöldin enn meira til þess að bæta þeim upp rýtununa sem að hafa orðið verst úti. Já, það er fólk sem að næri ekki endum saman og viljum ekki búa í velferðarsamfélagi þar sem allir eiga kosta því að ná endum saman og viljum tryggja hag þeirra og auðvitað hefur það þetta er ekki einungis, mest áhrif auðvitað tekjulægstu hópana eins og einnig upp í millistættarhópana þannig að millitekjuhópana, þannig að auðvitað eins og það voru að gera breytingar á barnabótakerfinu en það er samt svo mjög ströng skerðingarmörk þar, þannig að eins og það hefur lítilsmikinn áhrif á millitekjuhópana. Og eins og er í húsnæðiskerfinu að það byrjar að skerðast mjög hratt, það er eiginlega áður en að fólk á fyrir mat út mánuðina þá byrjar að skerðast húsnæðisbæturnar. Já, og eins og peningamálin sem komu út í dag og maður kannski nefna það sem komu út samfara vaxtaákvörðuninni að það er í rauninni rætt um að það sé þensla allstaðar og það þurfi einhvern veginn að stoppa enganeysluna og alltaf tala um enganeysluna en ef þú lítur á tölurnar þá er enganeysla í rauninni almennings að dragast saman á síðustu mánuðum og það eru bara myndir og gögn í það í peningamálum útlán er að minnka, ný útlán til einstaklinga eru að minnka og fólk hefur síður tök á því að taka útlán. Hvað er þá að vaksa? Innlán almennings er ekki að vaksa og sparnar almennings er að minnka og þau koma inn á að það sé út af því að það sé þrengri staða. Hins vegar eru útlán til atvinnustarfsemi að aukast. Þannig að það eru tölur í peningamálum sem sýna beint fram á þrengri stöðu almennings. Þannig að eins og það var rætt eftir fundin að það væri þensla allstaðar. Það er verulega að draga úr þenslunni, það kemur að almenningi. En ef ég má halda áfram að endurúma ráðherrana, að þá einhvern veginn í þinginu fyrir jól, að þá að vera að ræða einmitt aðgerðir til þess að bæta fólki upp skaðan af verðbólgunni. Og þá kom fjármálaráður upp í pontu og sagði að það veri fráleitt að það geti verið góð hagstjórn. Að þegar að Seðlabankinn er að þrengja að fólki með vaxtahækkunum, að ríkisstjórnin kæmi þá og bætti það upp. Því það myndi þá eyða bitin úr vaxtahækkunum. Hvað séu þessa hagspeki, Róbert? Sko, ég held að við öll séum ósammála þessu. Þetta er svolítið bókstaflegt en hugmyndin er þetta eins og nefnt þar einn áðan. Seðlabankinn hækkar vextina en þeir eru ekkert að spá í hvernig þeir dreifast eða leggjast á heimilin og þar ríkið að stíga inn í og það er eðlilegt að þau gerir það með því að styrkja tilfærslukerfin til dæmis, tryggja það að vaxtabyrðinni sé ekki ójafnt dreift sem til dæmis vaxtabótakerfi í dag er ekki að mæta. Það er mjög veikt kerfi í dag en á móti þá þarf líka eins og viljum benda á að það þarf að fjármagna þetta og ég held að allan við þetta fjárlaga frumvarp og opinber fjármál undanfarin ár hefur öll heildarsamtökin kallað eftir því að skattkerfi sé notað byrðunum sé dreift jafnar og þessi tilfærslukerfi séu eld það var tekin skref í þá átt núna með aðgerðum stjórnvalda en það var að einhverju leyti leiðrétting eins og Heiður nefndi þannig að það þarf að ganga lengra þar. Má þó ef ég held áfram með þetta sem að Bjarni var að segja, má segja það sé þvert á móti þannig að til þess að sé hægt að beita hækkun vaxta
án þess að þeir bara valdi stórkostlunum skaða, þá verði ríkið að koma á móti og bæta þeim upp stöðuna sem að verða harðast fyrir barðinu. Það þarf klálega að gera það. Þannig að það sé eiginlega hálfgert glabræði að hækka vextina án þess að til dæmis að finna einhverja leið til þess að bæta þeim upp stöðuna sem eru með breytilega vextir. Við tökum svona þá sem að verða verst úti. Sko, markmið vaxtahækkunar er ekki að gera fólk heimilislaust eða og svo en ef það er ekki að móta að gera frá ríkinu, þá er það niðurstaðan. Sko. Já, það þarf, eins og við held ég höfum öll bent á að það þarf auðvitað að styrkja þessi tæki. Dæmi eins og vaxtabótakerfi núna þegar óverðtryggðu breytilegu lánin er að hækka 20.000 meðalánum örgulega 20.000 skall nú á mánuði eingöngu við þessa vaxtahækkun í dag. Þá er þetta gríðarlegur forsendubrestur fyrir þá aðila sem stígu inn nýjar á markaði á undanförnum árum og þá er svo sem bara tveir vegi færir að fara í verðtryggð lán og þá tapa eigifénu ansið hratt. Heppilegra væri eða tilfærslukerfin gætu stutt við einstaklingana. Já, og mætaði með svona einhverjum hætti. Hérna, nú er kreppa út allan heim, nú þetta heitir hvað myndi þetta heita? Kaupmáttarkrísa? Hvað kallir þetta? Cost of living crisis. Já, cost of living crisis, ég var að reyna að finna eitthvað íslenskt orð. Nú er það út allan heim og stjórnvöldur allstaðar að bregðast við þessu. Er það öðruvísi íslensk stjórnvöld, hvernig þau bregðast við þessu heldur en annars þar? Er þetta að finna líkindi með því að við gerum þetta svipað á Bretarnir en ólíkt Dönunum eða Svíunum? Já, ég held að það sé mjög misjant eftir hvað land það er. Þetta, hvað varðar mikið Evrópulöndu, þá hefur þetta hafa áhrifin verið mjög þunga á orkuverð, gasverð og raforku og kyndingu. Þannig að mikið aðgerðum hafa verið stórar en fyrst og fremst þar. Til að greiða niður orkuverð. Já. Íslenska kreppan, cost of living crisis hér er pínu ólík. Hún kemur þá í gegnum vaxtakostnað einhverju leyti. Og húsaleigu. Húsaleigu og síðan maturverð og hrávöruverð og eldsneyti og fleira. Þannig við erum ekki með að þunga í orkuverðinu. Þannig aðgerðirnar hér væru vaxtabætur? Vissulega vaxtabætur. Það kerfi er eins og ég nefndi áðan, hefur ekki haldið við eignaverð. Það var gerð breyting núna með að hækka eignaskerningamörkinu 50% og það fjölgaði þeim sem fá vaxtabætur vissulega, en skerðingin er það hröð að þú ferð út úr kerfinu mjög hratt við litla breytingu á EIFI. Þannig að kerfið er í dag ef við mannrétti eins og það var 2018 cirka og mjög hraða skerðingar í því. Þannig að það væri ráð að bæta það kerfið ennþá. Það kemur fram í rannsóknum hverjir eiga erfiðleikum með að ná endum saman að þá eru það hópar sem það eru einstæði foreldrar, það eru náttúrulega öryrkjar og það eru leigjendur. Þannig að þeir eru kallað eftir aðgerðu sem að miða að sérstaklega þessum hópum. Já, algjörlega, klárlega og það sem er kannski vantar í þessu eins og eru nýleg, tímanleg gögn til þess að sjá stöðuna ef við tölum lífskjara rannsókn Hagstofunnar sem að sýnir stöðuna, þá erum við ekki með tölur nema síðan árið 2021 þannig að það kemur í massa á þessu ári fyrir 2022 þannig að það væri gagn í því að eiga aðgengilegri tölur fyrir stöðu einstakra hópa og nýlegri tölur, svo sé hægt að styðja við á þegar að vandinn í rauninni kemur fram staðan fyrir að láta hann versna og þurfa þá bregðast við eftir á þegar að skeiðan er skeið. Þannig við höfum ekki mælitækin í mælaborðinu? Við höfum einhver, en þau mættu sannarlega að vera betri og ef við tölum eins og Seðlabankarnir í dag að þau eru að tala gagnadrifnar ákvarðanir það eru 300 mann sem vinna í Seðlabankanum sem alltaf fjármálaeftirliti kemur þar inn og það er fullt af gögnum þar inni, við erum líka með Hagstofuna og það væri akkur í því að vera með tímanlegri gögn sem að gera þá stjórnvöldum kleift að bregðast við en að samaskapið þá myndi maður vilja sjá eins og núna þegar að þessi ákvörðun kemur að það kæmi strax einhver viðbrögð frá stjórnvöldu sem væri ekki það að verja heldur bara hvernig ætlum við að bregðast við þessu. Getur það verið svona pólitískt, ég veit ekki hvað það sé að draga hagfræðingana í svona pólitík, getur það verið svona bara pólitísk afstaða að vilja bara grípa til almenna aðgerða, allar sértakra aðgerðir séu slæmar
stundum heyrið maður í umræðinni sko. Stjórnvöldur eru mjög gjörn á að tala meðaltöl og annars lít. Já, en ef þú ert ekki með sértækar aðgerðir þá ertu ekki að ná til hópanir sem þurfa mest á því að halda og það náttúrulega dýrar að vera með almennar aðgerðir oft á tíðum því að þá ertu að í rauninni að styrkja eða styðja við fólk sem þar hríður á því að halda. Erðu verðbólgan? Verðbólgan á Íslandi er alveg upp eins og þó svo að Róbert hafði tilfinningu fyrir að hún vinur svona upp úr páskum fara að gefa eftir. En verðbólgan í Evrópu er á leiðinni niður. Kunnið þið að skýra það fyrir mér? Kannski bara aðeins, það sem er kannski líka öðruvísi hérna á Íslandi heldur en í Evrópu er að við erum að sjá hagvöxt og kannski þenslu í hagkerfinu á allt öðru stigi heldur en annar staðar. Þannig að einhverju leyti er verðbólgan líka sko eftirspurnandrifin hérna á Íslandi. Og kaupmáttur er mikill en svo eins og við vorum að Byrjuðu afsakið, þá ekki erfiðara að spá fyrir hvernig hún þróast út árið svona verðbólga sem þú ert að lýsa hún geti bara haldið áfram að vella ef að túristarnir koma og verður eftirspurnandi vinnuafli og þá bara er verðbólga. Nei, ég meina það eru þættir sem við vitum og sjáum bara í hagtölum að munu fara niður og við núna. Það er húsnæðisverðið. Húsnæðisverð á móti launum er bara það hátt að það er ekki sjálfbært til lengri tíma. Það er mikill húsnæðisskortur. Já, en hins vegar hefur frambóðið sko margfaldast bara frá 2021, þannig að það kemur á móti og svo erum við líka að sjá að þessi innflutta verðbólga er í rénum. En það sem er líka áhyggjuefni og bara fær heldur aldrei neitt sess þessi fákeppnisrenta sem er í atvinnugreinunum og Seðlabankinn sagði það á einum stað það var eiginlega bara falið í peningamálum að það kemur þeim á óvart hvað verðbólgan sem sagt að fyrirtæki eru að velta kostnaðarhækkunum í mjög miklu mæli út í verðlagið og það er ekkert að sjá að það sé endilega réttlætilegt í öllum tilfellum þó svo eins og Seðlabankinn segir sko það sé eðlilegt framboð eftirspurn en hvort það sé réttlætanlegt það sko við þurfum að fara aðeins líka að tala fákeppnina og álagninguna þannig að já og skoða þá kannski sérstakka hópa alveg svo við skoðum þá sem að verða fyrir þessu kannski er ólíkt hvernig er bara afkoma fyrirtækja algjörlega. Já, og eins og þið BHM hefur gert í ítalega greiningu og fleiri á hagnaði og afkomu fyrirtækja þá svona stakk ákveð að því við vorum að tala sko að vaxtahækkunin er ekki endilega komið á óvart en það var svona frekar rökstuðningurinn og það var svona eitt sem stakkist úr svolítið svona í spurningunum eftir kynningarnar á fundinum að þá fara þau að tala það að launahækkanir muni í mikilli verðbólgu alltaf leiða út í verðlag, muni alltaf valda hækkun verðlags. Að það sé bara í rauninni gefið og í kjarasamningsumhverfi þar sem að verðbólgu væntingar eru háar og allt og flegi ferð eins og tók til orða þá er mjög auðvelt að láta launahækkanirnar fara beint út í verðlag og þá kom einmitt að og þá geri allt tal verkalýðsfélaga hagnað hjá fyrirtækjum það sé rauninni tilgangslöst því það hafi enga þýðingu eins og hann sagði af því að það hafi enga þýðingu þó að við séum að tala hagnaðinn og það eigi ef til vill að dreifa gæðunum öðrum hætti af því að það sé nokkurs konar náttúrulegum mál að hækkanirnar fari sjálfkrafa út í verðlag og þarna við erum með stofnanir, við erum með þetta samfélag sem við viljum, við erum með samkeppniseftirlitið. Samkeppniseftirlitið var nú að benda á þetta í rétt fyrir jólin í svona ádreipu eiginlega, ég veit ekki hvað þetta kallast, þetta bréf sem er skrifuð. Það sem er bendu á að sko álægningin í verslun hafði aukist bara töluvert, bara jaft og töluvert þétt. Og hvað gerir svo? Ekki neitt. Nei. Viljum, þú kostu varst að tala þetta og varst að tala að verkalýðshreyfingin þitt einhvern veginn að binda höndum saman einhvern veginn við að sporna gegn verðhækkunum tilhæfulausum verðhækkunum, getum við kallað þetta eða hvað? Hagnaðardrifinni verðbólgu? Já, sko til skamstíma, það er áhugavert þetta viðhorf sérstaklega kannski frá atvinnulífinu og við höfum verið að sjá frá Seðlabankanum að sko verkalýðshreyfingin sé einhverju leyti að afneita því samhengi að launahækkanir muni leiða til verðhækkana auðvitað þegar launahækkanir koma þá einhverju leyti verð hækkað en það að réttlæta það
með þessum hætti að segja að það skilyrðislaust leiði til verðhækkana sem eitthvað náttúrulegumál er verulega einföldun og það sem að þarf að gera er að styrkja verulega samkeppnisinniðina og líka eitthvað sem að verkalýðshreyfingin er að gera og kannski þetta styrkja bara til muna er verðlagseftirlitið og kannski vinna bara eins í verðvitund neytenda. Það þarf miklu meira aðhald, það þarf meira upplýsingagjöf skaðlega áhrif fákeppni og svo framvegis. En það er verðbólga og til þess að ná henni niður að þá mun eitthvað þurfa að bera kostnaðina því. Eins og staðan er núna að launafólk gengst inn á hófstiltar launahækkanir og svo heldur verðbólguna áfram og vextinir hækka. Framfyrir sem horfir eins og sagt hver mun bera kostnaðina því að ná þessari verðbólgu niður? Er það bara launafólk og almenningur? Þá á svo sannarlega ekki vera þannig. Varðandi launahækkanirnar og það sem kemur í rökstuðningnum þá þetta gagnrýti miðstjórn það fór mikil tími í það í samtali milli aðila vinnumarkaðarins núna í þessari lotu að greina hver væri staðan, hver væri staða fyrirtækina, hver væri samkeppnisefni efnahagslífsins og svo framvegis. Og það heyrist auðvitað að það er ekki bara verkalýðshreyfingin sem kvartar, atvinnurekendur líka. Þessi samningar sem voru gerðir voru að mati aðilana, þeir samrýtust verðstöðuleika. Þannig að þessi rökstuðningu kemur mjög óvart. Afkoman í atvinnulífinu hefur verið gríðarlega góð og 7% hagvöxtur og það var mat aðila þessar hækkanir væru þarna innan marka. Það má ég þá spyrja hvað gerist þá? Ef þetta fer öðruvísi heldur en samningsaðilar sáu fyrir, hvað gerðist? Er það fyrirtækin eins og Vilhjálmur verið að segja að hækka meira heldur en að efni stóðu til? Einhverju leyti er þetta kannski senkuð áhrif verðbólgunnar, hráuruhækkanir, aðföng og annað sem er að rata inn með ákveðinu svona bara senkun inn í neysluverð. Það tekur tíma fyrir einhver milli aðföng að rata í verðbólgu. Það er líka tíma fyrir lækkun að rata í verðlag, það er nú sorglega oft. Já, og að því að þú nefndir Evrópu, þá er þetta spáin þar svolítið að þetta gangi hratt tilbaka. Hráverðið fer upp en það fer aftur niður. Áhyggjefnið í fákeppnisumhverfi er að þetta gerir síður. Við sjáum hér bensínverðið ekki lækka í takt við þróunina á olíuverði sem dæmi. Áburðaverð hækkaði mikið. Þetta var rökstuðningur fyrir því að hækka búvörur sem að hækka mikið. Það lækkar núna. Hvað gerist? Þetta á við þetta marga vörur, timburverð og annað. Munum við sjá þessar hækkanir ganga tilbaka og þá sjá verðbólguna hérna hratt eða verður þetta til þess að auka þá þessa fákeppnisálagningu. Og hvað geti hindrað hana? Já, ef við grípum þess boltan og við erum að tala um að það þá er í rauninni markaðslingurinn oft miðuð við fullkomna samkeppni. Við erum lítil, það er ekki fullkomin samkeppni og þá þurfum við einhvern veginn að það þarf þá einhver inngrip í svo að neytendur í rauninni njóti vafans líka og það þarf eins og Vilhjálmur kom inn á, það þarf styrkara verðlagseftirlit, það kom alveg heilar 10 milljónir með aðkemst stjórnvalda á almennamarkanum sem er svona hálft stöðugildi sérfræðings og ég veitur í rauninni ekki hver þessar 10 milljónir og til hvers þær eru ætlaðar sko og þannig það væri áhugavert að heyra það en þessi fjárhæð er náttúrulega, eða upphæð er náttúrulega bara svo lítil í heildarsamhenginu að hún mun ekki breyta miklu og þannig að það sem að í rauninni líka og svo ég tengi aðeins við það sem að gerist í dag með vaxtaákvörðunina er að öll ábyrðin og það sem ég held að við séum öll sammála með ábyrðin er færið yfir á launafólk. Það var ekki talað ábyrð fyrirtækja að ef það er sannarlega svigrúm til staðar það þurfi ekki að velta því út í verðlag og hagnaðartölurnar benda til þess að það sé svigrúm og það sé svigrúm fyrir þá einhverja launahækkanir og það þurfi ekki að velta þeim beint út í verðlag. Það er svo lítið aðhald við þá hugmynd og til dæmis eins og við sjáum að Samtök atvinnulífsins gáfu út yfirlýsingu líka eftir vaxtaákvörðun í dag og gagnrýndu marga hluti en niðurlagi var núna þurfum við þá að fara eftir ráðleggingum Seðlabankans og kjarasamningum verður að vera stilt í hóf. Það var ekkert tekið á sig hvað fyrirtækinu rauninni getur gert. Hvert er framlag atvinnulífsins í baráttunni við verðbólguna? Er launafólk eitt í henni? Eru við ekki í þessu saman og hvert er þá framlag þeirra? Því að það er ekki að sjá þá þegar við erum að tala hagnaðartölurnar, þá erum við náttúrulega að tala stærri fyrirtækin sem eru þá með opinbera ársreikninga og svo framvegis. Þannig að það þarf
við þurfum að vera samábyrg í þessu og samábyrg og við erum saman í þessu ef við ætlum að vinna bug á verðbólgunni. En það ekki þannig að við lifum í samfélagi þar sem að þeir sem reka fyrirtækin eiga rekaðu þannig að þau geti skilað eigandi sínum sem allra mest arði og það þýðir það ég á að hafa verðið eins hátt og mögulegt þangað til að bara fyrir að draga úr veltunni hjá mér. Þannig að það bara það í samfélagssáttmálunum að fyrirtæki sem reki þannig að þá reyna að græða eins mikið og mögulegt Þannig virkar hagkerfið. Efnahagslegur og félagslegur óstöðuleiki samt líka skaðalegur fyrir atvinnulíf. Já, það ekki inn í þessu samfélagssáttmála að fyrirtækin eiga að taka til þess. Þau hafa bara eitt markmið sem að skila eigandi sínum sem allra mestum arði. Það ekki? Við lifum í þannig samfélagi og þú ert að segja að þurfi virt verðlagseftirlit og eftirlit með fákeppnismarkaðum. Það eru allir markaðar í Íslandi fákeppnismarkaðir nema mögulega endursala á notuðum bílum. Þannig að þú ert eiginlega að boða einhverja þetta eru mikla breytingar í samfélaginu sem yrðu að verða áður en að... Og þú ert að tala samt svona dagvöru og annars slíkt. Það eru þetta meiri samkeppni hjá minni fyrirtækjum oft og einyrkjum og öðru slíku. En ég get þetta dagvaran, ég get þetta tryggingarnar, ég get þetta olían og ég get, þú kannast þetta. Og þessi stóru póstar, En þessu tengt að samstagsfélagi mínir hafa átt heima í Svíþjóð og fylgjast mikið með þjóðfélagsumræðinu þar og það svona megin munur þar og hér að þar talað fyrirtækin. Því velt yfir á ábyrgð fyrirtækina hvað ætla fyrirtækin að gera. Sú umræð ekki í gangi hér. Hér það hvað ætla launafólk að taka á sig. Virðisteknin ekki má bæta við. Við erum í tísku hérna að tala um verðmyndun svona í breiðu samhengi. Það einhvern veginn alltaf að tala um verkleysveiginguna og ég veit ekki hvort þessi sérstaklega strategíst hjá Seðlabankunum alltaf að sumum finnst tala niður til verkleysveigingarna, sérstaklega á þessum tíma. Man alltaf gerir sér grein fyrir að hluti af þeirra hugsun að koma með eitthvað sem þeir sjá sem hótun inn í kjarasamning og annað, en ég veit ekki hvort þessi strategíst. Og eitt sem ég langar að segja annað með verðlagið. Hversu reglubundið hið opinbera að hækka sem þá alltaf í janúar. Fyrirtækin hafa væntingar það að verðlag muni hækka 5-10% í janúar hvert ár. Ég held að vera mjög ráðlega fyrir hið opinbera að ef á annar borð þarf að hækka að dreifa þessi yfir árið. Því að þau okkar sem að kannski fara út á nýjársdag og fá sér skyndibita annað, þau taka eftir því að verð hefur alltaf hækkað 5% í öllum fyrirtækjum, í öllum veitingastöðum óháð efnahagsástandi. Þetta svona, það setur ákveðið signal verðhækkanir. Má ég spyrja aðeins út í þetta, hvernig þetta gæti verið? Af því að þið eru að tala að sko, sömuleyti lýsið samfélagi sem ég þekki, þar sem að bara fyrirtækin bara hækka verðið og launafólki skammað með seðlabankastjóra og stjórnvöldum. En þeir að tala að fyrirtækin ættu að taka ábyrgð, hvernig virkar það? Hvernig myndi þetta verðlagseftirlit, hvernig virkar það? Því að þú vísa til Svíþjóð og svona, þetta bara að breyta, tala sko ólíkan kúltúr í umræðinni. Já, ólíkan, því að... Þá myndum við fara að tala að við þurftum eiginlega að fara að tala þetta við börnin í 10 ára bekk til þess að reyna að breyta íslensku kúltúr. Hvað getum við gert til að snúa því við hver ber ábyrgðina á verðbólgunni og þannig að það virki, þannig að verðið hækki ekki? Sko, við þurfum auðvitað að taka samkeppni alvarlega og reyna að nýta hana og auka hana þegar það hægt. Við sjáum það þegar markaður það sem samkeppnin eru aukist, ef ekki aðhald frá erlendu fyrirtækjum, nýjengum á markaðu og annað. Það leiðir til ábata fyrir neytendur og svona, tilfinningin núna ákveðin svona líkilmarkaðin sem þú nefnir, fákeppnin sé orðin slík að svona hvati samkeppninar sé ekki að virka lengur. Og eins og við vitum öll sko. Já, við vitum það bara. Og sjáum það eins og til dæmis í olíuverðinu núna sem ekki að lækka í taktið lækkanir á heimsmarkaði. Þannig að ég held að það sé fyrsta skrefið að sækja í að reyna að hrista upp í þessum mörkuðum. Og hver getur gert það? Samkeppniseftirlitið? Já, stórt þið spurt. Það Sko, Nú sótt af því, þið takkið eftir í hvað að vera að hæðast aðeins með þarna... Kóktelsósumáli. Já. Það notað eiginlega svona í pólitísku tilgangi að hæðast að samkeppniseftirlitin út af þessu majónesi.
Já, mér fannst það reyndar hérna, ef ég segja alveg svo þá hérna, þetta stóra koktelsósumál var þetta var mjög athyglisvert og þetta var áhugaverð skýrsla sem talaði mismunandi blæbrigði feitra majónis sósa en hérna kaplum barbecue já, tabasco og ég veit ekki hvað og hérna 130 blaðsjur sannarlega mikilvægt en í 10% verðbólgu þá örugglega mikilvægara fyrir sko fólkið í landinu að geta keypt koktelsósuna en ekki hvert majónisinni haldið þannig að þetta er líka spurningum ákveðna pólitíska forgangsröðun og það eru þetta ráðherra já, forgangsröðun verkefna ef við erum með takmarkaða resursa þá lítur að þurfa forgangsröða verkefnunum með einhverjum hætti eftir mikilvægi hverju sinni auðvitað eru lögbundin verkefni líka sem þarf að sinna en samkeppniseftirlitið er undir ráðherra. Þannig að það má líka alveg líta til þess að auka forgangsröðun með einhverjum hætti ef að við erum með takmarkaður auðlindir til þess að spila úr. Já, samkeppniseftirlitið hefur kvartað yfir því í einhverjum svona skýrslum að það sinni raunverulega bara því sem kemur inn út af samruna og öðru slíku en það nái ekki að sinna því kannski sem að þið eru að biðja sko, að gera úttektir á tryggingamarkaðnum og öðru slíku. Já, ég fletti upp bara lögunum áður en ég kom hingað samkeppniseftirlitið og árið 2020 þá var bætt við einum lið í markmiðum þeirra og það er að stuðla að heilbrigðu samkeppnisumhverfi til hagsbóta fyrir neytendur. Þannig að það væri mjög áhuga. Þeir hafa ekki tækifæri til þess því að þeir ná bara að sinna sko samruna rannsóknum út af samruna fyrirtæki. Já, ef þeir eru með takmarka rísur þá hlýtur þetta samt líka snúðast forgangsröðun. Það er stóra efla samkeppniseftirlitið. Já, eflað og forgangsröðun með öðrum hætti. Forgangsröðun er skýr að veikja samkeppniseftirlitið. Það er það ábata samasta sem að atvinnulífið geti gert í rauninni. Ég ætla svo sem ekki að ætla en það öllum en það væri mjög strategist að gera það. En við skulum bara átt okkur á því að mér minnir að samkeppniseftirlit hafi komið hingað hvað 92 eða 3 sem er áratugum á eftir öllum Evrópuþjóðunum og þeir sem muna eftir kannski þessum tíma fákeppninni og óstjórninni og svo framvegis þau vita alveg hvað þetta þýðir. Þannig að mínu mati þarf að tala fyrir eflingu samkeppniseftirlitsins en það er ekkert yfir gagnrýni hafið. Það er alls ekki. En það er verðlagseftirlit og annað slíkt, það eru ýmist tillögur eins og til dæmis leigubremsa eða leiguþak sem hefur komið inn sem er mikil andstæða gegn með þessi inngripin í markaðin og frjálsa samning og annað slíkt. Þannig ef að verkefnishreyfingin á að berjast fyrir eflingu samkeppnisstofnunar aukis verðlagseftirlits verðlagshafta eins og það ætti kalla leiguþak að þá er það eiginlega gegn svona straumi almennu stjórnmála sem eru frekar í hináttina. Sko ég held að þú vísar í leigubremsu og ég held að svona samfélagið sé fara átt að segja á að það sé þörf að innlega einhvers konar skýra leikreglur á þessum markaði og eins og í flestum Evrópuríkjum eru einhvers konar reglur sem ákveða hvernig lega getur hækkað. Maskína gerði könnun á þessu og ég held að það hefur verið 73% sem voru hlynnt bæði leigubremsu og leiguþaki. Það munaði að því verið 72 og 73, ég man ekki hvort á hvað. Það kemur ekkert á orð og eins og þetta er í dag þetta gengur ekki og þetta er eitt af áhyggjuefninu núna þegar húsnæðisverð sámarkaður snúast að það muni svona leiguverði muni tógast upp að þessum reiknaðu húsnæðiskostnaði. Það var sýnt í síðustu 2 skipti þá hefur vísitalan sem að húsnæðis- og mannvirkjastofnun er með leiguverð, hún hefur hækkað miklu meira heldur en heila flest annað. Og það er það sem gerist að fjármagnskostnaðurinn hækkar og hann er auðvitað í flestum löndum telst réttlætanleg hækkun en síðan er hinn hluti markaðurinn sem er kannski ekki að fá þessi fjármagnskostnað, hann horfir á markaðsverðið að hækka og hækkar í kjölfærið sko. Þannig að þetta er eitt af því sem er kannski áhyggjuefni á næstu missurum að leiguverðið þokist upp á við. Við erum svolítið að tala svona á þessum nótum eins og verkefnishreyfingin eigi að fara að beita sig fyrir samkeppniseftirliti, verðlagseftirliti, einhverju inngripi inn í markaðina sem ekki virka, horfast í augu við hvað heitir að markaðsbresti. Er það? Er stór ávinningu fyrir almenning sem liggur þarna? Já, engin spurning. Húsnæðismarkaður, það er kannski bara mjög góð og gildur rök fyrir því að sá markaður sé viðkvæmari heldur en markaðum ýmsar vörur, heimili fólks og það er þetta óásættilegt í dag að það sé þetta að rúlla á skammtíma samningum, það sé þetta
nokkuð til án fyrirvara hækka leigu mjög háar fjárhæðir, það engin fyrirsjáanleiki og ástæð til þess að rýna það regluverk mjög vandlega. Það hefur skort pólitíska vilja að gera það er alveg ljóst. Og við höfum fleiri markaði? Já. Eins og við höfum bara nefnt hérna með þessa fákeppnismarkaði sem að það eru fáir stórir aðilar og eins og þú segir þá eru þeir sem að stýra þeim fyrirtækjum með ákveðin markmið og sem er ekki kannski að bæta hag allra íbúa heldur svona með ákveðin þá hagnaðdrifin markmið þar og þegar það fer kannski að bitna illa á neytendunum þá þurfum við að bregðast við með einhverjum hætti. Við auðvitað viljum við samt líka hafa heilbrigð fyrirtæki sem að geta starfað hérna og því við þurfum á þeim að halda en við erum bara að tala ákveðna sanngirni á þessum tímapunkti og í 10% verðbólgu og ef þá að reyna og að tækla hana að það sé ekki bara launafólk sem gera það heldur að fyrirtækin leggi líka sitt áræðan til þess. Ég var að velta fyrir mig hvernig það getur litið út sko, því að við sem að lifum inn í fákeppnismarkaðnum sko, þannig að við getum ímynda okkur geta það verið þannig að segjum í olíufélögin að ef að þið lækkið ekki álagningun ykkar á bensínið að þá hótum við því að setja á ykkur ekstra skatt. Er þetta svoleiðis stemming? Ég er svo sem, aðeins kannski bara peka þetta upp. Ég held að þetta sé mjög flókið mál en þegar kemur að svona nauðsynja vörum sem eru bara grunnnauðsynjar eins og húsnæði og til dæmis þá veltir maður fyrir sér hvort að óheftu markaður og markaðslögumálin eigi að gilda í öllum tilfellum. Það eru tveir skólar í þessu, þeir sem að halda að óheft markaðsöfl hámarki ábata allra og þá þurfum að gera ráð fyrir allir hafa sömu tækifæri og svo framvegis og þeir hinir sem að telja að það þurfi að beita skattkjörunu og ríkisengripum sem að algjörlega í þessu tilfelli. Til dæmis með húsnæðismarkaðin þá hefur það verið í öðrum Evrópuborgum. Þeir hafa beitt til dæmis fasteignarsköttum á herri fasteignaskattar á eign númer 2 niðurgreiða og svo framvegis. Við þurfum bara að fara að ræða þessar lausnir af alvöru. Það var það er hærra veðsettingar hlutfall á fyrstu eign heldur en á venjulega. Það er ekkert vandamál að setja það bara upp í það megi ekki veðsettingi megi ekki vera meira heldur en 40% á eign númer 2 og bara 0 á eign númer 3 því að það er eignir sem að koma út á markaði núna að það eru enn frekar að fara til þeirra sem eiga eignir fyrir sem að náttúrulega bara við heldur húsnæði skreppunni og breytir þessu séreigna kerfi okkar yfir í leigulega kerfi á þess að nokkur hafi horst í augu við þjóðuna og sagt að það sé stefna stjórnvalda. Og ég er ekkert vissum að sé endilega þetta einhvern bara gerist. Hún er að gerast mjög hratt. Já, og þetta er kannski þetta er ekki kannski endilega úthugsuð stefna, þetta er ekki bara ósjálfráð þróun sem að enginn er að bregðast við. Þegar þú lætur þetta bara eftir markanum að þá endar hann náttúrulega svona. Við kannski gefum okkur að sé alltaf stefna, ég bara er ekkert alltaf vissu það og þegar kemur til dæmis það eru aðri hlutur eins og Airbnb það er verið að forgangsæði auki frambúð fyrir ferðamenn meðan það ríkir skortur miðsvæðis sem eru verðmætustu svæðin fyrir almenning. Það þarf bara að fara að taka alveg samtal þetta. Herru, gaman að fá okkur hérna. Ég veit ekki hvort að þeir eru kannski sitið oft saman á fundinu okkur staðar. Nei, örugglega of sjaldan. Þeir eru alltaf velkomin hingað. Takk fyrir. Herru, þetta voru hagfræðingar vinnumarkaðarins, Vilhjálmur, Heiður og Róbert.